Hannesar saga Grásteins eftir Guðrúnu Kristínu Magnúsdóttur, 9. bók. Surtarbrandur fer sér að voða. Hannesar saga Grásteins, 9. bók af 20. Surtarbrandur fer sér að voða. Freyjugettir, norræn menning. Lesum myndir, lesum stuttan texta, lesum langa sögu. Surtarbrandur fer sér að voða, 9. bók. Nú eru kátir kattabræður saman á ný. Þeir eru rúmlega 5 mánaða. Við pöntum tíma hjá dýralækninum. Við ætlum að láta vana þá. Surtarbrandur, fjörkálfur, stekkur garð úr garði á eftir fuglunum. Og Hannes eldir. Kátir saman. Surtarbrandur geysist upp í trén til að reyna að klófesta fugl. En Hannes nennir ekki að leggja alveg svona mikið á sig. Þeir fljúga hvortið er alltaf að veiða. Surtarbrandur hefur aldrei verið varkár. Hann hættir sér út á grannar greinar. Þótt fuglarnir geti léttilega setið á þeim, bera þær ekki köttin. Greinin svignar undan honum. Og nú vill slisi til. Greinin svignar æ meir. Ó, ó. Kötturinn getur ekki fótað sig og fellur niður. Framfæturni tóku við mesta fallinu, en þetta var það hátt að hann lenti einnig á höfðinu. Dó samstundis. Hefur steinrotast eða hálsbrotnað. Dáinn. Surtarbrandur liggur hér, dáinn. Það blæðir úr munninum og nösunum. Aðeins í 2 daga fengu þeir að leika sér saman, bræðurnir, eftir að Hannes kom heim aftur. Hannes getur ekki skilið hvers vegna Surtarbrandur vill ekki leika sér meira. Við dysjum Surtarbrand í garðinum okkar við hlið Hafra bróður hans, sem var fyrir bíl og slasaðist til ólífis. Við létum Hannes ekki sjá þegar bróðir hans var settur í kassa niður í djúpa hólu og mold mokað yfir. Dys. Dag eftir dag fer Hannes út í garðinn þar sem ærslaleikurinn hættulegi fór fram. Hannes leitar hér Surtarbrands. Dýrin geta líka saknað ef þau hafa mist vini sína. Hannes leitar. Við létum vana Hannes. Hann þurfti að jafna sig vel eftir aðgerðina. Hannes vanaður. Við erum vissum að nú tekur hann ekki upp á því að fara á flakk. Hannes Grásteinn verður rólegur og heimakær heimilisköttur. Hannes er blíður köttur. Hann talar við okkur, auðvitað á kattamáli. Korrandi mjá, má, mjá. Þegar hann langar til að láta gæla við sig. Langt, má. Þegar hann er svangur, stutt, mjá, þýðir að hann þurfi að bregða sér út fyrir. Hann þekkir alltaf nafni sitt og svarar, mjá. Hann er blíður. Ef einhver er lasinn og þarf að liggja í rúminu, skal Hannes jafnan kúra þar. Ekki er heldur til betri lækning við hálsbólgu en hlýr mjúkur kattarfeldurinn. Ekki bregst að Hannes veit hvar við erum veik, hvernig sem hann fer nú að því að vita það. Ég meiti mig í bakinu og hann lá upp við bakið á mér dag og nótt í heila viku. Helgi meiti sig í fæti, var í gifsi í mánuð og alltaf sætti Hannes lagi við að leggjast ofan á fótinn,
sem var nú raunar allt of þungur fyrir. Of góður. Hannes er ógurlegt matargat, enda í góðum holdum. Litlum krökkum hættir til að leyfa örlitlu af fiskinum sínum. Þá er gott að geta sagt að maður sé bara að geyma þetta til þess að kisa fái eitthvað. Hannes köttur, Hannes, fiskrauður, auðvitað með brættu smjöri og tómatsósu, Hannes. Við köllum og leitum úti og inni, Hannes svarar ekki. Hvað hefur nú komið fyrir? Hvar er Hannes nú? Nokkrum klukkustundum síðar kemur strákur á hjóli. Hann er með Hannes Grástein undir handleggnum. Eigið þið þennan kött? Voru þið ekki að leita út alltaf gulum ketti í vetur? Spyr strákur. Jú, og nú týndist hann aftur. Hvar var hann núna? Hvar fannst hann? Ég sá nokkra stráka bera hann upp á Vitastíg. Þeir ráku hann út á götuna og reyndu að hjóla á hann. Þeir segðust vera að búa til slys. Hann fann Hannes. Þeir sögðu að enginn ætti þennan kött, þeir hefðu fyndið hann. Ég hef sjálfur átt kött sem strákar hjóluðu á. Hann meiddist svo mikið að það þurfti að lóa honum. Þakka þér fyrir að bjarga Hannesi. Hvernig gastu hjólað með hann í fanginu? Komdu inn, við viljum borga þér eitthvað fyrir, sagði ég. Gerðu það bara fyrir köttin, svaraði strákurinn á hjólinu. Ég er dýravinnur, sagði strákurinn. Ég má ekki vera að því að staldra við, ég er að fara að selja blöð. Hvort sem einhver á dýrið eða ekki, er þetta viðbjóðslegu leikur heimskra krakka. Vond börn. Hannes er ógurlega hræddur eftir allt sem hann lenti í þennan dag. Fyrst ofsa hræðslan þegar vondu strákarnir reyndu að hjóla á hann. Síðan ferðin heim á hjólinu með góða stráknum sem hélt honum þéttingsfast til að missa hann ekki. Það er leiðilegt að þurfa að trúa því að til séu börn sem velja sér svo ljótan leik sem þennan. Hvernig hefði geta farið fyrir Hannesi ef þessi góði, hrausti dýravinnur hefði ekki komið Hannesi til hjálpar? Hannes er kvektur. Hér endar 9. bók Hannesar sögu Grásteins, 9. bók af 20, Surtarbrandur fer sér að voða. Þið munið að þessi saga er sanna viðburði. Hannesar saga Grásteins 20 bækur eftir Guðrúnu og Kristínu. 1. bók, Branda skottlausa amma Hannesar Grásteins. 2. bók, Branda Bröndudóttir og synir hennar Hafri og Elri Gúli. 3. bók, Hafri fer sér að voða, Elra Gúla leiðist. 4. bók, Hannes Grásteinn og Surtarbrandur. 5. bók, Kettlingur stólið. 6. bók, Það eina sem er kátara en kátur kettlingur er kátir kettlingar. 7. bók, Hannes Grásteinn hverfur að heiman. 8. bók, Hannes Grásteinn villuköttur á skrifstofu í Vesturbænum. 9. bók, Surtarbrandur fer sér að voða. 10. bók, Hannes veiðikló. 11. bók, Hefur kötturinn 9 líf? 12. bók, Hannes flytur í nýtt hverfi. 13. bók, Fleiri viðburðir, börn kvekkja Hannes. Hannes kvekkir stara. 14. bók, Milli. 15. bók, Snjótellingaveiðar. 16. bók, Nýji kettlingurinn. 17. bók, Vor í lofti. 18. bók, Hannes fyrir sveit. 19. bók, Hvolparnir. 20. bók, Dánartilkynning. Þið munið að Hannesar saga er sanna viðburði á kattarævi. Útgefandi Freyju Björnsdóttir, Norræn menning.
Hannesar saga Grásteins, 20 skemmtilega bækur, yndisleg, sönn, viðburðarík saga. Má.